Já, góða hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu. Það á fimmtudegi og það hérna fyrir sunnan, allavega í Reykjavík bara kuldalegur dagur. Ég labba hérna Skúlagötuna og horfði út á sjóinn og hann var grár og grænn og svona með svona lúmska hótun að hann geti orðið miklu verri. Það kaldur vetur framundan, sagt í sambandi við kreppuna sem að koma til okkar og getur orðið kaldur og grimmur vetur, getur orðið átakavetur og við ætlum einmitt að ræða það. Hérna komin, góðir fulltrúar úr stjórnarandstöðunni niður á þingi, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Inga Sæland og Andrés Ingi Jónsson. Þau eru öll úr sikkurum flokknum, þau sem í flokki. Andrés ekki í flokki, hann einn stakur þingmaður og svo Drífa Snædal hérna, forseti Alþýðusambandsins, sem að sagði hérna ég held að það verið fyrsta Rauðaborði sem voru með í upphafi kreppunar að verkalýðshreyfingin hlutverk hennar væri meðal annars að vera stjórnarandstaða. Mér er kannski aðeins að byrja þá á þér, Drífa, og spyrja svona hverju eru svona helstu átakamálin stjórnarandstöðunnar innan og utan Alþingishússins gagnvart ríkisstjórninni svona akkúrat þessa dagana. Já, eftir hvort maður byrjar á hennu smáa eða hennu stóra. Ef við byrjum á hennu smáa sem að nú til umfjöllunar á þingi þessa dagana, þá náttúrulega atvinnuleysistryggingarnar sem okkur mjög hugleiknar og við skiljum ekki alveg þá vegferð að vera ekki að hækka grunnbætur, lengja atvinnuleysisbótatímabilið. Í því sambandi ágætt að rifjað upp að það var sátt á meðal atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar í síðustu kreppu að lengja bótatímabilið tímabundið upp í 4 ár. Síðan var það skert niður í 2,5 ár og við höfum lagt það tillögum að lengja upp í 3 ár til að byrja með. Við skulum líka hafa í huga að hér voru komnir 10.000 manns á atvinnuleysisskrá fyrir kreppu áður en COVID skall á. Þar af hátt í 2.000 langtíma atvinnulausir. Þannig að það vaxandi hópur sem við höfum bara mjög miklar áhyggjur af að séu bara án framfærslu, hreinlega. Síðan skiljum við heldur ekki þetta með hlutabótaleiðina, hún hefur bara verið framlengt í 2 mánuði, mér finnst það algjörlega banallt að gera það. Við sjáum það í kringum okkur að þau lönd sem hafa gripið til svona vinnumarkaðsaðgerða, svona sértækra eins og hlutabótaleiðin að þau eru að lengja það í langa tíma og hún hefur virkað. Hún hefur virkað fyrir íslenska vinnumarkað. Já, var ekki þýska stjórnin að lengja hana bara 18 mánuði eða 2 ár eða hvað kostar langt inn í framtíðina? Stundum fram á næsta sumar, stundum út næsta ár. Það svona allavega sem löndin í kringum okkur að gera þetta, en allavega bara láta kerfin virka og grípa fólk. Það náttúrulega það sem þetta snýst En svo svona til langs tíma það fór að heyrast svona gamalkunnir tónar í vikunni sem að við erum mjög óhress með að nú þyrfti að fara að lækka skatta á fjármagnseigendur og lækka tryggingagjald og skera niður í opinbera rekstrinum og fara í, eins og það orðað í einhverju nefndaráliti úr húsi atvinnulífsins að fara í auki samstarf við einkaaðila og svo framvegis. Þannig að þessi barátta hafin núna að verja okkar grunnkerfi og slá á þessar gömlu hugmyndir það að nú eigi að fara í aðhald, nú eigi að skera niður, nú eigi ríki að afsala sér tekjustofnum og svo framvegis. Og við slóum þennan tón strax í vor að við myndum ekki vera til í þessar umræðu, við þyrftum að þolinmæði til að skulda þessa kreppu, við þyrftum að gera meira frekar en minna, svo að ég þreytist nú ekki til að vitna í orð fjármálaráðherra þar. Hann var kannski ekki endilega að tala launafólk eða velferðarkerfi þar. En þannig að það svona stóra myndin framöndan og baráttan framöndan. Það sem getur Drífa, þú nefndir þetta að vera að gera meira en minna og fyrr en seinna eins og var sagt í upphafi, þá náttúrulega komið í ljós á undanförnu að fæst af þessum aðgerðum fyrir utan atvinnuleysistryggingar, atvinnuleysisbætur og hlutabótaleiðina hefur raunverulega virkað. Það eiginlega ekkert brúarlán farið út, það eru sáralítið af lokunarstyrkjum farið út, það eiginlega sáralítið farið út, það ekki eins og farið út styrkir fyrir fátæk börn að stunda frístund í sumar og sumar hefur að búið. Já,
Það ber að hafa í huga og ég þreytist nú ekki á að rifja það upp þegar við vorum í upphafi á þessu leiðangri, þá héldum við að stóra máli væri laun í sóttkví, að það væri stóri útgjaldapóstur ríkisins og ríkið og atvinnurekendur heiktust alveg rosalega á þeim lögum sem við fengum í gegn. Síðan kemur ljós að það var náttúrulega bara dropi í hafið á öllu því sem þurfti að gera. Þannig að það náttúrulega var gripið til ýmissa ráðstafana ekki vitandi hvort að við þyrftum á þeim að halda eða ekki. Ég hef talað fyrir því að við höfum þá fleiri verkfæri í kistunni frekar en færri af því við erum bara óvissutímum. Við vitum ekki hvað virkar. En svo það náttúrulega bara mjög alvarlegt ástand ef að við vitum að börn í neyð. Við vitum að fólk í neyð. Við þurfum að koma þeirri í hjálp þar sem hún á heima og ég hef töluverð áhyggjur af því núna í þessari óreiðu allri í öllum þessum úrræðum að upplýsingar ekki á rétti staði, fólk fá ekki upplýsingar hvað í boði og svo framvegis og þá erum við náttúrulega að tala ekki bara Íslendinga heldur líka útlendinga sem hafa haldið upp í atvinnulífinu hérna síðustu mánuði og síðustu ár að ég tel að við þurfum að gera töluvert betur í því og þá vil ég minna á að það var enda sett inn lífskjarasamningana í fyrra vor að komum bráðgjafamiðstöð fyrir innflytjendur af því að ég tel að við séum að fara í mjög hættulega braut ef við erum að útiloka einhverja ákveðna hópa og í rauninni segja að þið eru svona eigið auka aðild á okkar samfélagi eða eitthvað slíkt. Þá erum við að búa til klofning í okkar samfélagi sem við megum ekki við og getur reynst okkur bara mjög hættulegt og mjög erfitt í framtíðar. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að taka föstu tökum núna. En varðandi atvinnuleysisbæturnar þá vil ég lengja atvinnuleysistímabilið, þið vilja lengja tímabilið þess að verður tekjutengdar bætur en þið vilja líka hækka grunnbæturnar, þannig að 290.000 að hækka grunnbæturnar og hækka líka þaki fyrir tekjutengdu bæturnar. Að við skulum líka athuga það að fólk er náttúrulega búið að gera ráðstafanir og skuldbindingar miðað við launin sem það hefur. Og ef það getur ekki staðið við sína skuldbindingar ef það lækkar 100-200.000 krónur í laun segjum sem svo að þú hefur verið með 700.000 krónur í laun þú ert þá að lækka niður í 455 sem minnir að sé hámarkið nú segi ég þetta svolítið óábyrgt ég er með of marga tölur í kollinum okkur núna að þá náttúrulega segja þessi sjálft að þú fæðir börni í náður og borgar lánunum og mér fannst þetta mjög áhugavert að heyra hagfræðing frá Kviku banka leggjast á árarna með okkur og segja þetta er að hættulegasta sem hægt er að gera að svelta fólk þannig að það geti ekki staðið við sína skuldbindingar. Því auðvitað það fjármálastofnunum í hag líka og kerfinu hvort sem okkur líka betra að vera við þetta kerfi að fólk geti borga leiguna, borga lánunum sínum. Gert allt í. Þannig að þessi stefna hjá samtökum atvinnulífsins að beinlínis sker upp herur gegn atvinnuleitendum fyrir mér fullkomlega óskiljanleg. Hún lagði til sambærilega leið og raunverulega Bandaríkjastjórnin hefur farið sem að leggja tímabundið bæta ofan á atvinnuleysisbætur. Þar sendt út tékki frá alríkinu sem að leggst ofan á þær atvinnuleysisbætur sem fólk á sem svona, getur verið tímabundið, getur verið hægt að líta á það sem hækkun atvinnuleysisbóta eða líka hægt að líta á það sem tímabundið ráðstöfun út af kórónufaraldrinum og öllu því sem að þar en það er svona dæmi að stjórnvöld sem að bregðast við að það þarf að hækka botninn. Herðu, Oddný, gerum ykkur athugasemdir við áherslur Alþýðusambandsins eins og Drífa hafði það fram? Bara alls ekki og þetta bara eins og talað út úr stefnuskrá Samfylkingarinnar enda höfum við lagt fram frumvarp sem að tekur á þessum málum varðandi atvinnuleysisbæturnar og það sem gerðist í þinginu í dag var mjög merkilegt að mínu mati að svona og sorglegt í leiðinni að það voru gerðar ýmsar breytingar sem voru til batnaðar og við studdum. En í þessu frumvarpi frá ríkisstjórninni og breytingatillögum frá stjórnarliðum var ekki nefnt á nafn þeir sem að nú þegar eru komnir og þurfa að framfleyta sér á grunnatvinnuleysisbótum. Þeir voru ekki nefndir á nafn. Og þetta eru þúsundir manna og síðast þegar við leituðum eftir upplýsingum hjá Vinnumálastofnun þá var 12.000 manns
sem að fekk ekki tekjutengdar bætur og þetta fólk sem er búið að vera lengi atvinnulaust þá og í mjög erfiðri stöðu og það var skautað við þennan hóp, hann var ekki nefndur á nafn. Og þetta finnst mér skammalegt og sorglegt en líka mjög athyglisvert að því að dregur svolítið fram áherslu ríkisstjórnarinnar og það var líka annað sem var svona Má ég spyrja þig Árni, hvernig finnst þér áherslun að vera? Er það að þeir ríkisstjórnin til í að bæta stöðu þeirra sem eru svona með miðlungstekjur og kannski hærri en þeir sem eru raunverulega í miklu vanda að það sé hort fram í á þeirra vanda, Já, ég ekki að draga úr því. Mér fannst, og það var líka í okkar tillögum að lengja tekjutengda tímabilið. Það skiptir mjög miklu máli. En það má ekki skilja þá eftir þann stóra hóp sem verst settur. Það einhvern veginn lenskan. Það gerist líka með fötluðu börnin og laun í sóttkví eða laun vegna sóttvarnar aðgerða. Að þau eru skilin eftir og meðan að foreldrar heilbrigðra barna fá laun til þess að gæta í sóttkví, sko. Þannig að þetta svona áhersla sem mér finnst svolítið rosaleg og ég nú þingmaður fyrir svæði sem verður mjög illa úti. Það bara allt Suðurkjördæmi treysti mjög mikið á ferðaþjónustuna sem nánast hrunin og Suðurnesin, landshlutinn Suðurnes eru bara í stórkostlegum vanda og þar voru margir atvinnuleysir áður en að faraldurinn skall á, voru í atvinnuleit þá og það eru auðvitað enn síður möguleiki á að fá atvinnu núna. Þannig að það eru margir þar í sárum og við þekkjum atvinnuleysi á Suðurnesjum og við vitum alveg hverjar aukaverkanirnar eru og þær eru mun dýrari fyrir samfélagið heldur en að létta undir með þeim núna og nú ég ekki að segja að sú hækkun sem við vorum að leggja til sem að fara upp í 95% af lágmarkstekjutryggingu sem þá færi grunnatvinnuleysisbætur upp í 318.000 krónur rúmar að það reddi öllu en það skiptir samt máli og það vita það allir sem að hafa þurft að velta fyrir sér hverri krónu að slík hækkun skiptir máli og þegar að fjármálaráðherrann voga sér að segja þegar að í þessari stöðu sem við erum í núna þegar að þúsundir starfa bara hverfa frá okkur og þúsundir manna eru þá atvinnulausir að það megi ekki hækka grunnatvinnuleysisbætur af því þá kjósi fleiri að vera án vinnu. Þetta svo fráleit fullyrðing og ég skil ekki okkur að allir eru ekki bara öskrandi brjálaðir út af þessu og svo í gærtid þá var ég í andsvari við þingmann Vinstri grænna, hún fór nú ekki með þessa möntru, heldur sagði hún þetta var ekki hægt að þetta var svo dýrt. Og það náttúrulega líka frálegt því að ríkisstjórnin sem betur fer búin að leggja fjármuni í alls konar aðgerðir sem að sumar hverjar hafa ekki gengið upp en þar sko miklu hærri upphæðir heldur en nokkuð tíman þyrfti til þess að hækka grunnatvinnuleysisbætur upp í 95% af lágmarkstryggingunni. Þannig ég mér líst ekki á framhaldið. Við auðvitað lögðum fram strax í vor tillögur við Samfylkingunni að hækka grunnatvinnuleysisbæturnar og tekjutengda viðmiðið og þá sögðu menn, stjórnarliðar, nei, þetta er ekki núna sko, það er ekki tímanlegt eða þú veist að það er ekki komin tími til þess að gera þetta þó að þúsundir væru þarna í miklum vanda. Og núna það ekki heldur, núna einhvern önnur afsökun fyrir því að gera þetta ekki og þetta smánablettur bara. Og þegar vandinn okkar atvinnuleysi og það þarf að bregðast við þeim bráðavanda. Auðvitað stóra verkefni líka að skapa störf og við þurfum að gera það á mörgum vígstöðum en það mun taka tíma og á meðan fólk að framflytta sér og stefnir bara í sára fátækt og félagsleg vandamál, heilsufarslegt vandamál, börn sem verða hornreka bara og vanræksla fylgir þessu ástandi.
Þetta bara ljótt. Þórhildur, kannt þú að útskýra það fyrir mér og okkur af hverju ríkisstjórnin gerir þetta, teygi sig til þeirra sem eru í vondri stöðu og versnandi stöðu en síst til þeirra sem eru bara í vestri stöðunni. Getur verið að það hefur komið í ljós að atvinnuleysi bitnar fyrst á fólki sem eru hér innflytjendur. Það eru mikið atvinnuleysi þar, 20% atvinnuleysi meðal þeirra. Er það vegna þess að þetta er einfaldlega ekki kjósendur? Ríkisstjórnin þarf ekki að gera þetta fólk. Það vantar hljóð. Ég er með ákveðna kenningu sem er það að samtök atvinnulífsins hafa bara allt of mikil áhrif í þessari ríkisstjórn. Og það er bara aðili sem að ég á mjög bágt með að sjá stjórna svona miklu í stjórnarráðinu. Vegna þess að þessi samtök eru bara endurtekið, búin að sýna það og sanna að þau telja sig bara ekkert verið í samfélagi með okkur hinn. Þetta sést til dæmis á andfélagslegri herferð þeirra til þess að koma í veg fyrir hækkun atvinnuleysisbóta og það má lesa bara mjög skýrt á milli línanna að ástæðan fyrir því sé að þeir vilja bara geta haft aðgang að lager af ódýru vinnuafli. Það er bara nákvæmlega það sem þeir vilja. Og þetta gera þeir í skjóli gríðarlega mikils atvinnuleysis og þetta bara bergmála fjármálaráðherrann. Hann segir að fólk sé svo latt að það er bara ekkert eftir að vinna eða fái vinnu. Ef við hækkum atvinnuleysisbætur eitthvað pínulítið, þegar það er augljóslega mikil þörf á því. Þú minnist á innflytjendur og þeirra atvinnuleysis í 20%, það er líka rétt og stór hluti af þeim er vissulega ekki kjósendur. Og það spilar örugglega þátt í þessari mannfjandsamlegu stefnu sem að ráða ríkjum á þessu stjórnarheimi. Við sjáum það að þeim tekst að panta frumvarp frá þessari ríkisstjórn. Þeim þess að bara viðurkenna að frumvarpum að takmarka upplýsingafrelsi fjölmiðla hafi komið beint frá skrifstofum samtaka atvinnulífsins. Og Bíddu, hvað það eru? Hver viðurkenndi að samtaka atvinnulífsins hefðu samið það frumvarp sem að Lilja lagði fram? Nei, nú ég er að tala um annað frumvarpsfremdar. Ég bara að segja að það er dæmi fyrir því að forsætisráðuneyti Íslendinga hafi lagt fram frumvarp að beiðni samtaka atvinnulífsins sem var til þess fallið að takmarka upplýsingarétt fjölmiðla, að hægja á upplýsingarétti fjölmiðla. Sem betur fer fór það frumvarp sína leið í vor. En það sýnir bara hvað þessi samtök hafa mikil og óeðlileg áhrif. Sömuleiðis var ekki sagt neitt, það var ekki hreyft neinum mótmælum. Þegar samtök atvinnulífsins koma út og segja, við studdum þessa aðför að kjararéttindum flugfreyja. Við vorum bara með í því að þetta bara reka þær allar á einu bretti og hóta að setja flugmann í þeirra störf. Ekki sagði Katrín neitt í því heldur. Sko, ég bara les út úr þessu að samtök atvinnulífsins, þau stjórni. Það sé ekki Bjarni, það sé ekki Katrín, heldur það hvað þessi samtök sem eru endurtekið búin að sýna fram á að þau vilja ekki bera neina ábyrgð í íslensku samfélagi. Þau vilja ekki bera ábyrgð á því að við lifum hérna saman í einhverju velsældar hagkerfi, sko. Þau hafa engan áhuga á því. Að þau hafa allt og mikil áhrif í þessari ríkisstjórn. Og mér langaði út af því að Drífa minntist á hlutabótaleiðina og hvers vegna það skildi ekki hafa verið framlengt lengur. Ég bara sé enga aðra skýring á því en að standi til að loka þessari leið og þau eru bara búa til ástæðu fyrir því að leggja hana niður. Það er svo lítil ásókn í þetta, þannig að þetta þarf ekki að vera lengur. Það er alltaf verið að takmarka og loka og minnka áreiðanleika þessari leiðar. Það er að gera allt þess að fá fólk þess að hætta að reiða sig á þessa leið sem að þó hefur gefist vel. Og hvað varðar það að hækka atvinnuleysisbæturnar? Mér finnst bara svo sturlað að við séum með ríkisstjórn sem að ríkisstyrkir uppsagnir upp á fleiri milljarða. Hún ríkisstyrkir að reka fólk. En vill svo ekki einu svona hækka grunn atvinnuleysisbætur. Og þetta er allt fólk sem var rekið áður en að tekutengingin var lengd. Þetta er allt fólk sem á ekkert eftir að njóta góðs af því að það sé búið að lengja ykkur að tekutenging. Fólki sem var rekið í kjölfarið á því að ríkisstjórnin ríkisstyrkti uppsagnir og var þar með valdur af uppsögnum, augljóslega. Þannig að, en allt þetta finnst mér leiða tilbaka að því að samtök atvinnulífsins stjórna í stjórnarráðinu en ekki ríkisstjórnin. Má ég spyrja hérna, og hvert er planið, sko? Hvert vilja við fara með samfélag? Hefur ykkur til viðkvæmlega því? Hvert vill ríkisstjórnin fara með samfélag? Nei, já, það er samtök atvinnulífsins í gegnum ríkisstjórnina. Þau vilja ekki hækka atvinnuleysisbætur, þau vilja hlutabótaleiðin fjara út, þau vilja hitt og þetta, en hvað? Já, ég meina þau fá uppsagnarstyrki, þau vilja örugglega þessi brúalán virki, þau vilja örugglega þessi úrræði sem þessi ríkisstjórn er þá að reyna að koma með virki, allavega þessi sem eru fyrir fyrirtæki. Og mér finnst bara einsýnt að ríkisstjórnin treystir fyrirtæki, menn hún treystir ekki fólki. Það er bara augljóst af öllum þessum
öllum þessum aðgerðum sem að koma, það endalaust skilyrði á einstaklinga og það allt og rúm skilyrði fyrir fyrirtæki. Ég held að samtök atvinnulífsins vilja bara fá að komast í vasa skattgreiðenda eins mikið að þau mögulega geta. Það þarf að setja eitthvað fínt andlit á það. Þetta þarf nú að líta út eins og að gildi jafnt fyrir alla og að almenningur fái nú eitthvað. En allir kapitalistar hafa það að möntru sinni að láta góða kreppu aldrei framhjá sem fara til þess að græða. Og það bara planið hjá þeim. Ég held að planið hjá ríkisstjórninni sé bara að líta út eins og hún viti hvað hún er að gera framhjá næstu kosningar og að halda sínum hagsmunaaðilum góðum til þess að fá nóg af framlögum frá þeim líka fyrir næstu kosningar. Ok, Inga, þú vilja vera rödd fátakarinn á þingi og á sumleyti svona umræðan núna að sko raddir sterku og auðugu, þær hljóma og þær fór hljómgrunn en svo hópur eins og fólki sem bara á nögtum atvinnuleysisbótunum. Við þekkjum bara áttu öryrkja sko árum saman við að láta vekja athygli á sinni stöðu, en það bara eins og stjórnvöld og stjórnmanni bara sjá ekki þennan hóp, líti ekki svona til hans. Alveg sagt þetta og ykkur öllum að þetta hefur verið viðvarandi í áratugi, þeim sem hefur verið haldið í fátækt og öðrum og jafnvel í sárri fátækt. Stjórnvöldum hefur almennt verið alveg nákvæmlega sama þennan þjóðfélagshóp, algjörlega. Það alveg ótrúlega mörg tugþúsundir Íslendingar sem eru látnir sitja hjá garði og ég tekið undir til dæmis eins og með bæði Drífu og Þórhildi Sunna, það lá við að ég hefði næstu ég geta sagt þetta betur sjálf en í sambandi við hvernig komið fram hins vegar eins og þegar Oddný talar hvernig illa komið fram við þá sem að þyrftu helst á því að halda, hækka grunnatvinnuleysisbætur, hækka bótakerfin og annað slíkt fyrir þá maður spyr sig það ekki eins og Samfylkingin sé ný í pólitík. Það ekki eins og þau hafi ekki verið hér eftir bankahrunið. Það ekki eins og hafi ekki verið 12-15 fjölskyldur bornar út á götu. Það ekki eins og hafi ekki verið skert almannabótakerfið nákvæmlega á fátækasta fólki í landinu á þeim tíma og það verið ekki ennþá verið leiðrétt. Ríkisstjórn eftir ríkisstjórn kemur hér og fyrir hvern einasta kjördag þá hrópa halleluja og lofa öllu fögru og þegar uppestæði þá ekki að marka eitt einasta aukatekið orð vegna þess að þau eru svo upptekin af völdunum sínum og að halda sínu. Þessi pólitík sem ég allt í einu þáttakandi í, þetta eitthvað spil sem ég kann ekki á. Ég miklu betri í Matador eða bara Trivial Pursuit. Þetta spil sem ég kann ekki við. Ég kann ekki við það að vera alltaf að segja eitthvað sem að hljóma rosalega fallega, virka rosalega vel og svo akkurat ekkert að marka. Og maður að taka eftir í þegar maður sýnir á spilin sín og kemur fram af einhverju einlægni. Maður ekki einu sinni vaknar að daginn eftir, þá eru pólitískir andstæðingar hreinlega búin að rífa þín spil og lúkólmaður af því að svo heimskora sína á þau og gera þau á sínu. En það allt í lagi, málið það að fátækt fólk í dag, það ekki bara það að það hafi verið algjörlega svoleiðis að átti ekki fyrir salt í grauti fyrir COVID. Heldur krónan að síga, heldur núna staða þessa fólks orðin mun verri ef að hægt að hafa hana verri. En það sjáum við það í því svartnætti sem að grípur marga. Við erum að sjá það að yfir 30 einstaklingar eru búin að taka sitt eigið líf. Já, margir hafa tekið sitt eigið líf á þessu ári eins og allt árið í fyrra. Og maður spyr sig, það ekki einu sinni talað þetta. Þetta fær of litla athygli með við alvarleikann. Það eins og af því að þessi þjóðfélagshópur býr ekki til peninga fyrir kapitalistana, þá skiptir hann ekki máli. Hann bara skiptir engum máli og það þarf ekki að aðstoða þetta fólk. Mér finnst þetta ljótuleikur, ég get ekki að því gert og núna til dæmis í sambandi við grunnatvinnuleysisbætur, þeir verða að tala það eins og fjármálaráðherra leyfi sér að gefa það í skyn að fólk nenni ekki að vinna. Að það myndi bara þiggja 240.000 krónur frekar, eða réttar sagt, ef það fengi við skulum bara leyfa okkur að ímynda okkur það, að þetta fólk fengi alveg 270.000 útborgað eftir skatta. Að ætla að leyfa sér að halda því fram, að við séum það lögt, að fólk Íslendinga séu það latir, að þeir myndu frekar bara vilja hangin og atvinnuleysisbótum heldur en að reyna að fá sér vinnu. Þetta er óboðlegt, það er óboðlegt að fjármálaráðherra Íslands, ríkisstjórnarinnar hér, skuli leyfa sér að leggja þetta á borð
fyrir þjóðina og fyrir almenning. Þetta bara óboðlegt. En Inga, þú segir að stjórnmálinn lofi einu og gerir svo allt annað og svíkir það á bara við þetta fólk sem þú ert að lýsa, það á ekkert við stjórnendur Icelandair eða fyrirtækjaeigendur eða fjármagnseigendur, stjórnvöld og stjórnmálinn bara lofa þeim einhverju, raunverulega lofa þeim minna en efna meira, það frekar í þá. Ég svara þessi, Þórhildur Sunna var að tala samtök atvinnulífsins, ég veit ekki alveg hvort ég á sömu blaðsíðu og þú núna með þessu innleggi þínu, af því við höfum kannski á eftir að koma meira inn í ríkisábyrgðin og Icelandair. Ég náttúrulega fulltrúi annar varaformaður fjárlaganefndar, þannig að það sem að þar fer fram núna mér náttúrulega bara í blóðrósun á mér akkurat núna og maður að ganga í gegnum það og vel að vitna því hvernig kaupin gerast þar á eyrinni. Þannig að en sko samtök atvinnulífsins, við skulum bara líta pínlítið tilbaka og við skulum horfa bara til Íslandsstofu sem að núna í rauninni tengingin okkar og við útlönd til þess að efla okkar ferðamennsku og auglýsa landið og allt gera hvort heldur sem það var með átakinni Inspire by Iceland eða einhverjum öskurópum núna eða hverjum sem Við erum að setja 1,5 milljarð í það akkurat og maður spyr sig, þá réttum tíma? Þegar blússandi COVID út allt, hann að koma, fara, vaksa, minka, þessi faraldur hinga og þanga. Þá rétti tíminn að taka 1,5 milljarð til þess að kortleggja landið okkar og reyna að kalla fólkið og ferðamenn til Íslands þegar við erum að koma með 2-falda skimun og með 5 daga sóttkví á milli. Sko, mér finnast þessar aðgerðir margt hafa verið ágættar og sérstaklega þegar farið að sýna svona virkilega ábyrgð og við virðumst alltaf taka lýðheilsu fram yfir samtök atvinnulífsins og peningaöflin að einhverju leyti, en þetta allt saman mjög vandmeðfarið, auðvitað þetta hafa gríðarlegan skell á okkur, nákvæmlega eins og gríðarlegan skell inn í samfélagi. En það breytir ekki þegar, sko, ég náttúrulega veit, ég bara, ég fer á súðum, sko, ég hef svo margt að ég ger það. Þetta svo í eldhússtigi, þetta gengur nokkra hringi, þannig að þú kemst aftur og eftir. Ég algjörlega ég segi það bara, en ég laka til að taka umræðir annað, en ég segi, við erum að gleyma þeim sem að síst gildi eins og venjulega, og það algjörlega ólíðandi og óásættanlegt, og það eins og venjulega. Þessar aðgerðar áætlanir, það virka fyrir suma en ekki alla. Sumir mega einfaldlega að missa sig. Andrés, má ég enda atvinnuspenntunar eða þér? Og ég bara, viltu bæta eitthvað við þetta, þessu umræðu? Erum við búin að tæma þetta? Ég held að sko, það skín svo í gegn núna á síðustu dögum að ég veit ekki alveg hvernig við eigum að orða það, bara stjórnvöld ekki til í að hlusta á hópana sem við eigum að vera að hlusta á núna. Hvort sem það eru samtök launafólks eða stúdenta eða foreldrar langveikra barna, allir þessir hópar sem svo augljóst, ef við hugsum aðeins með hjartanu, ef við erum að standa með, það þarf einhverja langar greiningar til að koma með einhverjar útfærðar hugmyndir einhvern tímann seinna og mögulega. Á meðan við getum hrist fram úr erminni auka milljarð hér og þar í einhver verkefni sem að ríkisstjórnin vill framkvæma. Og þetta rosalega slæmt að því að þegar kemur að upphæð atvinnuleysispóta þá liggur við að samtök atvinnulífsins eiga bara ekkert að hafa atkvæðisrétt það. Þetta upphæð atvinnuleysispóta ekki þeirra hagsmunamál. Það snýst bara stöðu fólksins sem fær þessar bætur. En síðan erum við að taka þetta í þessum litlu skrefum. Stjórnin lagði til að framlengja hlutabótaleiðina 2 mánuði, 4 dögum áður en hún átti að renna út. Og ég það rifjaðist það upp fyrir mig þegar Drífa var að tala hvernig þetta leit allt út í upphafi. Þá héldum við alltaf að við værum kannski að hoppa bara yfir lítinn poll og við þyrftum bara skammtíma aðgerðir og bara bretta upp ermar og komast í gegnum þetta. Þannig að ef maður til dæmis glærurnar frá honum Bjarna í apríl þegar pakki 1 var kynntur, þá stendur að alvarlegasta afleiðing samdráttarins sé mesta atvinnuleysi sem mælst hefur frá upphafi, bara öllum ljóst á þeim tíma. Nema svo segir að þessi fyrirséð að atvinnuleysi byrja að minnka strax í maí, þegar að innlendar þjónustugreinar taki við sér eftir að samkomubann minnkað. Þetta planið sem var í gangi þá.
og síðan hefur fólk einhvern veginn sætt sig við að það gangi ekki eftir en aldrei sætt sig við að kannski þurfum við bara að tjalda hérna til heils árs og sko, eins og mörg lönd að gera, annarkvort þurfum við að brúa veturinn fyrir fólk eða bara gefa okkur alltaf buffer og fara yfir næsta sumar. Þannig að sko, einstaklingarnir sem að þurfa að lifa á þessum bótum í samfélagi þar sem að verður enga vinnu að fá mögulega á öllum þessum tíma. Þannig að þeir lifi ekki sko, óviss og fátækt og öllu því sem því fylgir. En við erum ennþá að díla við ríkisstjórn sem að að spila þetta eins og hún sé að hoppa við pollin. Eins og lausnin sé bara handan við hornið. Og það er svo óbúslega langt síðan við flest hinn áttuðum okkur á því að þetta veri bara della en sko viðbrögðin við öllum ábendingum fólksins sem að þarf að taka utanum sína að sko stjórnarheimilinu enginn búinn að kveikja þessari peru. Akkur mátti ekki redda stúdentum atvinnuleysisbótum í sumar þegar var fyrirsjáanlegt að út af COVID þá væri enga vinnu að fá í sko íhlaupavinnunni sem að stúdenta sinna á sumrin. Rættist nú eitthvað aðeins betur úr svona atvinnuástöðunni í sumar heldur en menn voru kannski að reikna með í maí eða eitthvað svona. Er það ekki rétt? Já, við vitum það ekki almennilega því að sko stúdentar voru búin að greina þetta hjá sínum hópi, voru búin að senda út kannanir á sitt fólk og bara vissu að það væri mjög slæmar horfur. Svo stígur ráðuneytið inn og fær maskínu til að gera skoðanakönnun í hópi stúdenta og svo kemur ráðherrann í júní og segir, heyrðu, þetta er bara allt í lagi, við þurfum ekki að redda fleiri störfum, en það hefur enginn fengið að sjá þessa könnun. Hann situr á henni og sko neitar að afhenda stúdentar á því, velferðarnefnd hefur ekki fengið að sjá hana, við hefum bara taka hans orð trúanleg fyrir því að þessi hópur hafi einhvern veginn fundið allt í einu sko svona 10.000 störf sem að það sem að sennilega vantaði upp á. Þá þarf hann bara að sýna okkur þessa könnun, sýna okkur sko sanna að hann sé að segja rétt, en það hefur ekki gerst og nú er komið september, þetta sumar er búið. Þú nefnir könnun að þá gerða skoðanakannur hér og það er ríkisstjórnin svona bara sæmilegur stað, góður stað með að íslenska ríkisstjórnir eftir hrun, það er 55% stuðning eftir hver mælir, það er alltaf lægra hjá MMR og en svo er líka spurt sko finnst þér ríkisstjórnin gera nóg eða mikið og líka spurt efnahagsmálin og hún kemur svona ágætt út úr því, það er óánægja líklega þeim sem að standa verst, sem að ástandi bitnar á. En getur verið að ríkisstjórnin á meðan að kannski hópurinn sem að ekki er í harðri andstöðu við hann er ekki stærri en svona 30% þá teljum sem bara geta silt í gegnum þetta hvernig. Þó svo að þeir sem að sko eru óánægðastir með hann er kannski fólk sem er í raunverulegum erfiðleikum og sárindum eftir kreppuna. Jú, mögulega og þetta kannski endurspegla líka það að sko þó það sé mjög stór hópur og alltaf stækkandi sem að hefur það skýtt þá er mjög stór hópur sem að ástandið hefur eiginlega engin áhrif á, sem heldur sínum tekjum og hækkar jafnvel í ráðstöfunartekjum og við sjáum sko bílainnflutning, hann heldur vatni alveg sæmilega og allt í einu er Ísland farið að kaupa fleiri rafmagnsbíla en nokkur önnur þjóða því að millistéttin bara hefur það ágætt. Tesla messeldi bílinn á Íslandi? Já. Í kreppu? Þetta er rándir bíl sko. Já, algjörlega. Ég grípaðist þennan bolta, Andrés, og það er náttúrulega það sem enginn af þessa kreppu fram margt annað, að hún kemur mjög, mjög ójafnt niður. Og þess vegna er allar svona almennar aðgerðir launafreystingar eða launalækkanir eða hvað það er. Þetta er ekki tími hinna almennu aðgerða, þetta er tími hinna sértæku aðgerða til að grípa þá sem verst hafa það. Þannig að það er alveg rétt að ég menna sumar atvinnugreinar eru bara blómstrar í þessu ástandi. Millistéttin sem sýktist fyrst, fór á skíði, kom heim, þau gátu unnið heima. Núna er önnur bylgja, það er sennilega meira framlínu starfsfólk sem er að veikjast þar, útsettara fólk og svo framvegis. Þannig að þetta varpar líka mjög miklu ljósi á ótrúlegan aðstöðuminn í okkar samfélagi. Og það er náttúrulega líka annað sem maður hefur áhyggjur af, að það er við erum að sigla inn í haust og þó að fólk hafi vinnu, að þá er það búið að gjörnýta
allt frí, veikindafrí, jafnvel, skyldusparnaðinsins eða gat tekið út greiða hjá af og ömmu og svo framvegis, að ég óttast það mjög að sko margir foreldrar að fara að sigla inn í mjög, mjög erfitt haust í því atvinnuástandi að þú meir ekkert missa dag úr að því að valdastaðan á vinnumarkaðar orðið þannig að þá bara hægt að fá einhvern annan í þinn stað. Þannig að valdastaða þeirra sem eru stadda höllu fæti á vinnumarkaði, hún er verri núna í haust heldur en áður. Þannig að þú veist, það þarf að greina hópa og koma með lausnir fyrir ákveðna hópa. Það er ekki algilda lausnir sem gilda. En þarna, sko, þetta er einlega orðið að brandara hjá stjórnarliðum. Þeir eru alltaf að gera grína stjórnarandstöðunni þegar hún kallar eftir auknum greiningum. En akkurat þetta sýna, sko, alla lausnir sem að er komið fram með byggja einhvern veginn á lofti. Það er ekkert að baki. Og meðan við þurfum með eins og Drífa segir, við þurfum klæðskera sniðna lausnir, bæði sko, til að nái til fólksins sem að þarf á þeim að halda og vegna þess að við vitum að til að komast í gegnum hennan vetur þurfum við að sko, fjárfesta alveg rosalega mikið í stóðkerfinum og þá þurfum við bara að tryggja það að við fáum sem mest fyrir peningin sem hægt er. En ekki að við séum að sko, buna út milljörðum til fólksins sem að sko, án þeirra hefur samt efnið að kaupa sér Teslur. Já. Það var ég spjallaði við Gylfa Sóeka fyrir tveimur vikum eða svo og þá var þetta eiginlega það sem var svo sláandi í samtalinu við hann, að það var þessu upplifun á því að það var einhver að sigla þjóðarskútunni, það væri raunverulega ekki með neina mæla í mælaborðinu, þannig að kannski ættum við ekki að vera að rífast einhver væri þarna í brúnni heldur var að veltaði fyrir okkur hvort það ætti ekki að vera einhverju mælar í brúnni þannig að það segist og að því að ég vitni Gylfa þá var hann einmitt að benda á svipað og því það hefur verið að tala hér að ofur fyrirferð hagsmunasamtaka fjármagns og fyrirtækja eiganda í umræðinni voru að tala að þeir hefðu raunverulega stigið inn í svona hagfræðilegt tómarum og fyllt gatið sem að þjóðarstofnun hafði sem að herði nú undir Alþingi ef ég mann rétt sem að hún hefði skilið eftir og þar væri raunverulega að vaða bara hagfræðingar samtaka atvinnulífsins viðskiptaráðs og greiningardeilda bankana. En Drífa, mér það eins að ná öðru máli hérna eitt hring og byrja á þér. Ríkisábyrgð til Icelandair. Hver er afstaða ASÍ og launþegahreyfingarinnar gagnvart því? Fyrsta lagi þá tölum við ekki launþegahreyfinguna. Við tölum verkefni. Já, fyrir ekki launafólks. Þetta er ekki vinnuveitundur og launþegar. Nei, ég skal aldrei geta þetta. En þetta tengist því sem ég var að segja áðan með Gylfa, hvernig maður er heilaþvoginn með á bakvið það þegar fyrirferð hagsmunasamtaka fjármagns og fyrirtækja eiganda er orðið svo stórt að þeir ræðast að manni og heilaþvog skiptuð orðanum hans. Já. Þetta er svona eins og varnarlið og hernámslið, þetta er svona orð hafa merkingu. Við sendum ekki en umsögnum ríkisábyrgð varðandi Icelandair. Það sem við höfum viljað halda til haga er bara Icelandair að það sé alveg örugglega tryggt áður en það er einhver ríkisábyrgð gerð gagnvart Icelandair eða það sem ég langar að segja að tryggja samgöngur til og frá landinu, ekki endilega Icelandair, að það sé það alveg gulltryggt að þau fyrirtæki sem fá einhvers konar ríkisábyrgð og það er ekkert útsýn með það hvort að Icelandair verði eina eða hvað, að það séu fyrirtæki sem komið sómasamlega fram við launafólki sitt. Icelandair náttúrulega sýndi alveg ótrúlega takta í sumar og bara eitthvað sem við þurfum að fara svona cirka 50 ára aftur í söguna til að sjá. Annað eins, það eru vísbendingar að þeir standi í ákveðnum hendaraðgerðum þar sem þeir eru að ganga fram hjá fólki til að fá það aftur inn á launaskrá. Við eigum eftir að fá aðeins betri niðurstöður úr því frá flugfreyjufélaginu. En við höfum ekki lagst gegn í ríkisábyrgðinni sem slíkri, en að sjálfsögðu með þessu fyrirvörum að það sé þá almennilegt fyrirtæki sem ætli sér að fara eftir leikreglum á íslensku vinnumarkaði og koma sómasamlega fram í sitt starfsfólk. Sem að Icelandair hefur ekki gert. Nei, við hefum náttúrulega verið alveg ótrúlega dapurlegt að sjá þetta fyrirtæki sem okkur þótti höfum nú öll einhverjar taugar til, við höfum nú öll ferðast með þessu fyrirtæki og notið góðra þjónustu borð og notið starfsfólksins þar, að þetta fyrirtæki er náttúrulega komið í ákveðin ruslflokk sem atvinnurekendur. Það er þannig. Oddný, er málið komið á dagskrá þingsins? Eru þið að fara að ræða það núna í kvöld eða á morgun?
Já, svona hliðarmál verður rætt í kvöld sem að varða lífeyrissjóðina og að leyfa þeim að taka þátt í svona afleiðu viðskiptum. En máli sjálft. Hvernig þá afleiðu viðskiptum? Sko núna eru lögin lífeyrissjóða þannig að þeir mega ekki taka þátt í slíkum viðskiptum nema það sé til þess að takmarka áhættu. Og afleiðu viðskipti geta verið rosalega áhættusöm og þau ganga út á það að verðmætin fara eftir verðþróun einhverja annarra eignar, getur jafnvel fara eftir veðri og svo framvegis þannig að áhættan getur verið rosalega mikil og þess vegna var talin ástæða til þess að setja þessa takmörkun og lífeyrissjóðarnir mætti ekki fara út í slík viðskipti. Til að verja eftirlaunin okkar inn í þessu, þá hefur allt ekki sett lög sem að takmarka það að lífeyrissjóðarnir mega stunda svona viðskipti, en nú á að aflétta því svo að lífeyrissjóðarnir geta farið inn í allir. Já, en það er að vísu er þetta bara að takmörkuðum hluta, þannig að þau megi taka þátt í kaupréttar samningu sem að fylgir útboðunni hjá Icelandair. Áskriftarréttindi það kallað, þannig að þau mega, þú kaupir hlut núna eða í þessu útboði og svo áttu áskriftarréttindi. Þú þarft ekki að nýta þau, en þú kaupir þau samt. Þannig að þau segja við opnum bara fyrir það, bara fyrir kauprétt og áskriftarréttindi, en að öðru leyti gildi hinn takmörkunin. En þetta það sem að... Má ég komið smá? Ég langar að spyrja Oddnýju þá, ég meina, er þá annað sem gildir í sambandi við það að nú stærsti hluthafi Icelandair lífeyrissjóður Vestmannaeyja, hann á 12%. Af 20 stærstu eigandum Icelandair eru 18 þeirra lífeyrissjóðir. Ég velti fyrir mér... Nei, þetta er bara til þess að lífeyrissjóðirnir geti, ef þeir vilja, tekið þátt í þessu útboði sem er á dagskrá núna næst hjá Icelandair. Og það lék vafa það að lífeyrissjóðirnir mættu taka þátt vegna þessa afleiðu sem að hangir þarna á og þess vegna var komið inn með þetta frumvarp. Nú ég að tala eins og ég sé að tala fyrir því en ég alls ekki að gera það og ekki flutningsmaður á þessu frumvarpi. Ég bara að segja ykkur út á hvað það gengur. En síðan tökum við Icelandair og ríkisábyrgðina á láninu á morgun og við í Samfylkingunni höfum ýmislegt við það að athuga og höfum verið að spyrja spurninga inn í fjárlaganefnd það og ég held að það sé öllum ljóst að veðin duga ekki fyrir lánunum og þá þurfum við að gera aðrar ráðstafanir og við viljum líkt og ríkisendurskoðandi svona ýjar að og bendir á að það megi þá breyta skuldunum í hlutafé og þannig hafi ríkið eitthvað það að segja hvernig enduruppbyggingin verður eða björguna aðgerðir eitthvað verða, hvernig það verður gert. Það nú voða lítið verðmæti í hlutafé fyrirtæki sem ekki getur greitt skuldisna, það það verðlaust. Ekki nema þá sem krafa það að annar hlutafé verði þá afskrifað til þess að ríkið eignist á bara meirihlutann. Þannig það er ekkert verðmæti í hlutafé í fyrirtæki sem á ekki fyrir skuldum. Nei, en við vorum þarna að hugsa ef að félagið svona það er kerfislega mikilvægt, það er þannig og við vitum alveg að það tekur tíma að rukka upp öðru flugfélagi sem er með slíkt orðspor og flota og allt það og ef það er svona rosalega mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að við getum ekki látið að falla, að þá er kannski ráð að ríkið fái þá eitthvað að segja hvert það stefnir og vera með í því að taka ákvarðanir áætlanir félagsins, hvernig sem að það verður gert. Þannig að það höfum verið að velta upp þeim möguleika og fara yfir það hvernig fjármálaráðuneyti hefur farið í gegnum þær hugsanir allar saman og síðan viljum við náttúrulega einangra þetta bara við flugresturinn en ekki við ferðaskrifstofurnar og samkeppnisreksturinn sem er vissulega hluti af Icelandair starfseminni þó hún sé lítill hlutir og svo viljum við náttúrulega að núverandi eigendur og framtíðar eigendur eigi ekki rætur sínar rekja til skattaskjóla
og við viljum að það verði gerð svona skilyrði fyrir grænum skrefum, líkt og gert hefur verið í Þýskalandi til dæmis varðandi flugfélögin þar. Og við viljum horfa meira til annar landa, þar sem að ríkin eru að kaupa hlut eða með lán í þannig að þau geti tekið yfir hluta. Við erum auðvitað með Icelandair sem svo veðsett að það ekkert eftir til að veðsetja, skiljið þið. Ríkið tók bara það sem engin lánadrottnanna hafði viljað hingað til, bara logoið og bókureikið. En það alveg augljóst að það dugar ekkert ef þá að draga á allt lánið, sko. En á móti kemur að eins og lánið, eins og þetta sett upp, þá ríkið síðast inn og fyrst út. Þannig að það það sem að stjórnarliðar segja sér svo mikilsvirði. Þannig að þið eru fylgjandi ríkisábyrgðinni en þið eru að reyna að finna svona leiðir til þess að hún valdi sem minnstum skaða. Við munum ekki samþykkja hann í þessari mynd. Nei. Við erum að segja að það sé of áhættusamt fyrir ríkið, en það megi gera á þessu bætur þannig að það standi með almenningi og starfsfólkinu, því að verðmætin eru líka í reynslu starfsfólksins og þekkingu þeirra. Sunna, hver ykkar afstaða til ríkisábyrgðar lánalínu til Icelandair? Ég hef miklar áhyggjur af þessari vegferð ríkisstjórnarinnar í veitingu þessara ríkisábyrgðar. Ég hef það mjög sterkt á tilfinningunni að ríkisstjórnin sé að reyna að taka sér minnsta mögulega ábyrgð á þeirri áhættu sem er fyrir hendi að fjárfesta í þessu félagi með því að fara þessi leið. Hún að varpa þeirri ábyrgð á lífeyrissjóði almennings og reyna einhvern veginn að halda því fram að þeir beri bara ábyrgð gagnvart sínum skjólstæðingum. Já, hvað gerðist síðast þegar lífeyrissjóðirnir klúðruðu? Almenningur tapaði lífeyrinu sín. Hver bar ábyrgð á því þannig séð? Ég skil þetta ekki. Og núna er verið að fara einhverjar bakdyraleið á þinginu til þess að tróða því í gegn og lífeyrissjóðirnir geti með tekið þátt í þessu útboði. Það er verið að beita bolabrögðum til þess að koma þessu mála á dagskrá. Svo viðkvæmt og áríðandi er það að lífeyrissjóðirnir geti tekið þátt í þessu útboði, að það er reynt að lauma málinu fram hjá þingflokksformönnum á dagskrá þingsins með einhverjum klækjabrögðum. Og mér líður eins og það sé verið að taka allt þetta fólk og beina því fram á bjargbúnina þar sem að það getur bara dottið á meðan að Bjarni getur einhvern veginn bara þurrka sér af og sagt hvaða fólk áttu við? Til dæmis lífeyrissjóðina og ég er að tala um bankana sem í eigu almennings líka. Sem líka búin að ganga í sölutryggja útboðið? Einmitt, sem að fara að sölutryggja þetta útboð. Og það þýðir hvað? Það þýðir þá ef að bankarnir eignast eitthvað hluti í þessu. Við höfum enga yfirsýn hvað kemur fyrir þessa hluti eða hvernig flugfélag er ekki. Við höfum allavega þingmenn, fulltrúar almennings, engan aðgang að þeim upplýsingum. Þar skýlir ríkisstjórnin sér að baka það að bankarnir sé bara með sjálfstæða stjórn og bankarnir ákveði þetta bara algjörlega sjálfir. Hver er hluthafi bankana? Er það ekki íslenska ríkisstjórn? Ég meina, almenningur er að taka alla áhættuna á gríðarlega áhættusömum viðskiptum, en Bjarni Benediktsson er að þvo hendur sínar af þessum viðskiptum með því að fara þessa leið. Hann er að varpa ábyrgðinni yfir á lífeyrissjóðina, hann er að varpa ábyrgðinni yfir á ríkisbankana, en niðurstaðan verði þessar áætlanir félagsins ekki að veruleika sem að má færa góð rök fyrir að séu óraunhæfar áætlanir sem að búi í einhverjum draumheimi að það verði bara engin samkeppni við Icelandair næstu árin, að það verði bara allt í blóma aftur eða allavega miklu betra strax á næsta ári. Þetta, þú talaðir að vera ekki með neitt í mælaborðinu og það kannski skipti meira máli heldur hverjir eru þarna við stjórnvölin. Það er val þessara ríkisstjórnar að vera ekki með neitt í mælaborð. Þau hafa endalausa resursa til þess að vera með mælaborð. Þau geta náð sér í fullt af fínum skeifum til þess að fylgjast með. Það er líka val að setja mann í fjármálaráðuneytið eða halda honum þar, sem að hefur svo mikið óþörf fyrir því að fólk sé ósammála sér að hann ofsækir það út fyrir landsteinana til þess að hefna sína þeim. Sem að skýrir til dæmis hvers vegna hann tekur kannski ekki til sín hagfræðinga sem hafa eitthvað annað að segja heldur en það sem að hann heldur að verði honum þóknanlegt afleiðingar COVID. Þetta er meðvitað val að sjá ekki og að byggja ekki sínar ákvarðanir og greiningum
heldur að byggja þær á hagsmunum þeirra sem að peningana eiga og landinu stjórna bak við tjöldin. Það val. Og það val þessara ríkisstjórnar því miður og það gríðarlega sorglegt að sjá VG taka þátt í. Ótrúlega sorglegt. Drífa segir, við erum ekki á móti ríkisábyrgðinni í sjálfu sér, en við viljum ekki að það sé verið að styðja fyrirtæki sem er í stríði við starfsfólkið sitt. Árni segir að við erum ekki á móti ríkisábyrgðinni per se, en við viljum að það sé gert allt til þess að tryggja að almenningur fái peningin tilbaka og eigi kannski hlutdeild í hagnaðinum ef einhverju verður. Hver þín afstaða? Ertu á móti ríkisábyrgð til Icelandair? Við erum allavega komin á þann stað að við erum ekki fylgjandi þessari nálgun sem þessi ríkisstjórn er að taka. Við erum ennþá að fá gögn, við erum ennþá að fá upplýsingar, við erum ennþá að bíða eftir sviðsmyndum sem að þetta ráðuneyti sagðist að færa okkur hvaða aðra leiðir væru færar. En við vitum að það er alveg sama hvað gengið á eftir ábyrgðum. Það er engar ábyrgðar á nynni, það er búið að veðsetja allt. Það er ekki hægt að sjá einhverja framtíð í þessu. Ég er bara veldur með okkur, get ekki bara verið á móti þessu. Ég veit að það bara eftir að taka formlega ákvörðun þetta í þingflokknum og ég bara má ekkert segja okkar afstöðu fyrir að það er búið að því, en það kemur að ljósa morgun, ég lofa. Hvað þú finnst þetta allt saman alveg nákvæmlega. Ég held að horfum að spyrja eins og bara. En ég er ekkert voðalega jákvæð gagnvart þessu, ég held hljótinu að heyra það. Inga hélt ræðu áðan að stjórnmálamenn sem segðu eitt og gerðu svo eitthvað annað. Þannig nú spyr ég bara eins og bat, ætlar þú að styðja ríkisábyrgð á lánalínu til Icelandair, Inga? Ekki eins og ekki í því formi sem við erum að fá hana inn í fjárlaganefnd í dag, nei, alls ekki. Ég ger það ekki. Þeir eru að tala með sviðsmyndirnar, jú, við erum búin að fá þær svona, við fengum þær í morgun eða vantar en það hellingi eitt í nótt eða ég veit ekki hvenær það var það seint í rauninni þó við séum búin að ítrekka óska eftir þeim að við höfum ekki einu sinni tækifæri til að kynna okkur almennilega. Ég persónulega ásamt fleirum í nefndinni sem studdu þá beiðni óskaði eftir því að fá fjármálaráðherrann sjálfan fyrir nefndina í stað þess að vera alltaf að fá embættismennina inn og ég vildi nú gjarna bara rekja úr honum garnirnar og fá að spyrja hana því hvað væri að marka það sem kom fram bæði á honum og Katrínu hér í apríl í vor forsendurna fyrir því að við yrðum að vernda Icelandair og hversu kerfislega mikilvægt það væri og það væri sérstaklega til þess að við einangruðumst ekki og hefðum í rauninni íslenskt fyrirtæki hér sem að þetta eina fyrirtæki á gömlum merg, byggt á gömlum merg sem að væri að koma okkur til og frá landinu. Nú kemur það í ljósa, Deloitte var látið taka út og virkilega reikna út þörfina fyrir í rauninni fjármagni frá ríkinu til þess að styðja við þessari heimild til Icelandair til þess að styðja við framtíðarrekstur þeirra en þá kemur það í ljós, það er ekki bara Icelandair sem að Deloitte tók út, heldur bara Icelandair Group, heilu grúppuna sem ég man ekki einu sinni hvort það eru 10 eða 12 kennitölur á bakvið. Þannig að strax þarna er komin einhver svona mótsögn við alla forsendur sem að maður hélt að væru þarna. Þannig að þetta er bara það sem við erum að glíma við akkurat í dag. Ég býð spennt að sjá hvernig í rauninni drögin verða sem við fáum af nefndarálitinu sem að vonandi berast okkur í kvöld og sennilega kannski hugsanlega er ég búin að fá, ég veit ekki. En staðreyndin er svo að það eru engin veð til staðar, svo það sé sagt. Það verið að tala bókunarkerfið, það verið að tala lendingarslottin, þessi vilyrði þessar samningar sem félagið hefur gert til dæmis við bæði eins og Heathrow og í New York og svona, hvað sem mikilvægt það er og annars líkt. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði það nú sjálfur í óundirbúnum fyrirspurnum daginn að hann hefði ekki vissu til þess eða að þetta hefði einhvern tímann verið nýtt sem veð heimild einhvers staðar. Við erum líka með náttúrulega vörumerkið Icelandair. Þetta er verðmætt og þetta byggir á gömlum merg en hvað þýðir það fyrir okkur sem samfélag ef við ætlum í rauninni að lyfta undir ákveðna einokun og ætlum ekki að taka af allan vafa það að við erum að fara að styðja við rekstur Icelandair til og frá landinu til að lokast ekki af heldur möguleiki á því að hugsanlega geti þetta farið í einhverja aðra anga hjá grúppunni sem slíkri. Þar er það sem að Flokkur fólksins setur punktinn. Við erum tilbúin að einangrast ekki hér og fylgja því eftir að vera með þessa
heimild, þessa línu til félagsins Icelandair sem að í rauninni upphæðin of há miðað við það að þeir Deloitte gerði ráð fyrir allir grúppunni. Við erum bara að tala Icelandair. Nú komið svo klásula inn til og frá landinu, flug til og frá landinu. Við vitum það Iceland Connect að fljúga til Færeyja og Grænlands og eðlilegt að við séum til dæmis að fara að koma einhverja lánalínu í þá átt þess vegna eða eitthvað slíkt. Það eru margar spurningar þarna og ýmislegt sem þess valdandi að maður getur ekki alveg sagt endalega af eða á. Hins vegar styðjum við í Flokki fólksins, eins og ég segi, þessa lánalínu vegna sem við viðurkennum kerfislega mikilvægi þess að við einangrumst ekki hér og höfum flugfélag hér með íslenska kennitölu sem sér að halda okkur í tengingu við umheiminn. En þegar kemur að því að kannski vaða inn á samkeppnismarkað innanlands, þá setjum við niður fótinn og ég hélt í rauninni alveg frá byrjun að það hefði aldrei komið til tals og aldrei verið í neinum rökum eða forsendum talað Iceland Connect eða einhverja aðrar kennitölur sem að grúppan hefur sem slík. Þannig að hugsanlega hefði átt bara Deloitte að taka út Icelandair og við hefðum átt að vera með í rauninni krónutölu upphæð það hvað við þyrftum að setja til Icelandair en ekki Icelandair Group. Icelandair reyndar 72% af heildargrúpunni, langstærsti pósturinn, en það breytir ekki þeirri staðreynd að þarna allavega 25% sem að Deloitte hefur í rauninni reikna með sem að ekki Icelandair. Þannig að við erum á þessum tímamótum þar sem við erum í rauninni að velta fyrir okkur og velta eins og steinum og hver endaleg niðurstaðan ég ekki búin að sjá hana ennþá og kannski bara ég að kjafta einhverju hér í beinni útsendingu sem ég á bara steinþegi eða eitthvað en það bara við erum með allt upp á borðum og viljum bara hafa það svoleiðis. Það ekki, ríkisstjórnin búin að vera að undirbúa þetta mál í 5 mánuði, þú þingflokkur, þú búin að vera með þetta til skoðunar í 2 daga. Ertu komið með afstöðu hvað þú viltu greiða atkvæði með ríkisábyrgð á lánalínu til Icelandair? Sko ég taldi á svipumst og Drífa byrjaði að Icelandair sem slíkt ekkert kerfislega mikilvægt en það að halda flugsamgöngum við umheiminn, það kerfislega mikilvægt og minnst við ekki mega að festa okkur mikið í því að þessi kennitala eins og hún lítur út hér og nú sé það sem þurfa að bjarga. Ég horfa á þetta eins og í hruninu þegar við vorum með kerfislega mikilvæga banka sem voru látnir bara að fara og síðan fór ríkið inn í það og bjóti þá banka sem að talið var þá að hentu í íslensku samfélagi. Hefur við gerað það sama við Icelandair og bara byggja út úr þessu eitthvað flugfélag sem að gagnast okkur. Það var náttúrulega ein leiðin og í rauninni það að veita lánalínu með veði í hlutafé ef að þarf að tappa á lánalínu, þá það svona dálítið útfærsla á því. Ef félagið í versta mögulega ástandi og þarf að sækja þennan pening til ríkisins, að þá bara eignist ríkið drjúgan hlut í félaginu á sama tíma, þannig að við grípum það í fallinu. Hvort þetta verði eitthvað nálægt niðurstöðunni úr nefndinni, ég efast það, því að minnst alltaf þegar við bryttum upp á einhverjum hugmyndum að skilyrða stuðningin við eitthvað, þá bent á að í skilmálum milli fjármálaráðuneytis og Icelandair séu alls konar skilyrðum að fylgja íslenskum kjarasamningum og alls konar og við sjáum nú hvernig félagið, hvaða forsögu félagið á af því. Þannig að ég veit ekki hvað við fáum út úr því, en þarna datt þráðurinn, vitu. En það sem að skiptir líka máli Inga var að tala einhverja greiningu frá Deloitte sem bara eitthvað fyrirtæki út í bæ sem að ráðuneyti fékk í að skoða þetta og það finnst mér vera eitt af óþægilegasta í þessu máli að það verið að kippa úr sambandi lögum ríkisábyrgðir, lögum sem hafa verið sett til þess að halda utan svona prósess til að tryggja það að sé einhver aðili á vegum ríkisins sem fari inn í þetta félag og bara gangi úr skuggum að
ábyrgðirnar standi undir því sem að þær eiga að standa undir og við náttúrulega vitum að þær gera það ekki. Ríkisendurskoðun kom með úttekt á því og sagði að svo er bara ekki. Já, en hún hefur ekki sömu forsendur og ríkisábyrgðarsjóður hefði til að fara inn í félagið og bara meta þetta alveg. Ríkisendurskoðun sá þetta bara utanfrá, en innanfrá væri þetta miklu skýrara. Ef þetta hefði farið í gegnum formulega ferli, þá hefði þessi varðhundur ríkissjóðs geta sagt, heyrðu, sorry, en þessi lendingarleyfi, þetta er bara það djókalát eins og þetta sé ábyrgð fyrir einhverju. Komið með eitthvað almennilegt í staðinn og þá hefði ríkisstjórnin kannski verið nauðbeygð til að segja, ok, við verðum að fá hérna eitthvað meira, við verðum að fá hlutafé, við verðum að fá eitthvað fyrir okkar snúð, af því að verðlítið hlutafé og áhættusamt er alltaf betra veð heldur fullkomlega verðlaus ábyrgð í bókunavél og hvað það var sem var hent í hennan pott. En það búið að kippa þessu kerfi úr sambandi vegna þess að málið bara þolir ekki rýni. Já, en Gunnar Smári sagði áðan við Andrés Inga að hann væri búinn að vera með þetta í 2 daga og það er líka vandinn við þetta mál. Það hefur legið í loftinu að það ætti að bjarga Icelandair með einhverjum hætti en við höfum ekkert verið kölluð að borðinu. En það eru við sem þurfum að gefa leyfið. Það er Alþingi Íslendinga sem þarf að skrifa upp á ábyrgðina og það nægir okkur auðvitað ekki að þegar við segjum en hvað með þessa leið, hvað með hina leiðina, okkur ekki svona, að þá sé svari bara við athugum þetta allt í sumar og það bara gengur ekki. Þannig er ekki hægt að koma fram við okkur og þau eru svo einhvern veginn ánægð með sinn meirihluta að þau koma bara með málin til okkar þegar allt er á síðustu stundu og segir bara þið verðið núna, ef þið gerir ekki svona þá fer allt til andskotans og þá er það ykkur að kenna í staðan fyrir að taka okkur að borðinu þegar svona stórar ákvarðanir eru undirbúnar í einmitt þessu ástandi sem við erum að glíma við sem er heimsfaraldur. Þetta er ekki þeim að kenna þessi kreppa og við erum öll í þessu saman og ættum auðvitað öll að koma að því að leggja minnskosti til lausnir og sjá hvernig matið á þeim er. En þú segir Árný að þau geti þetta ekki en þau bara geti þetta víst. Þau fara með að draga þetta ykkur þingið í kvelli og er ekki svona vanda sig við að kynna máli fyrir ykkur, heyrðis mér. Þau eru alltaf bara að draga þetta í gegn. Já, ég er að segja það. Þau haga sér þannig við okkur og stilla okkur þannig upp við vegg. Og síðan bara er meirihlutavaldið í þinginu sem að ræður. Þau bara bera enga virðingu fyrir þinginu. Það er búið að vera ótrúlegt að fylgjast með þessari ríkisstjórn að lítils virða Alþingi Íslendinga endurtekið með algjörum skorti á samræði, með sýndarsamræði, með eftirásamræði og alls konar einhverju svona bara fimleikum til þess að komast hjá því að tala við okkur. Þau eru svo vinsælu krakkarnir í einhverjum bandarískum menntaskóla sem að, vilja ekki tala við lúðara sem þeim finnst leiðinlegt, af því þau eru hvort er flottust og þau að fá að ráða. Ég upplifi þetta í alvörunni bara sem þannig hegðun, þau bara nenni ekki að tala við okkur að því við erum leiðinleg. Og ef þú ert með það attitút gagnvart stjórnarandstöðunni sem er fulltrúi, ok, minnihluta þjóðarinnar en það munar nú ekkert voðalega miklu á okkur, prósentuvæs. Að þá berði ekkert voðalega mikla virðingu fyrir helmingi þjóðarinnar og fulltrúum hennar, að þú kemur svona fram. Og þess vegna vil ég bara endurtaka það sem að ég hef endurtekið sagt með þessa ríkisstjórn, að það er svo sorglegt og það er svo hlægilegt að það hafi verið akkurat þessi ríkisstjórn sem skreytir sig með einhverju ríkisstjórnarsáttmála eflingu Alþingis. Ég bara... Sem var bara í fyrirsögn. Þetta er svo mikið, já, þetta var bara fyrirsögnið þeirra, þetta er svo mikið hræsni og þetta er algjört kjaftæði. Og það sést bara á því til dæmis hvernig Steingrímur J. Sigfússon kom fram rétt í þessu, bara þessum fundi. Það sem hann var að nýta sér ástandi. Hann var að notfæra sér hvað er mikið að gera, hvernig það eru fundir trekk í trekk, hvernig við fáum ekki að sjá dagskrá þingfunda þegar það er hver fundur og fætur öðrum til þess að lauma máli á dagskrá án þess að hafa fyrir því að bara tala við þingflokksformenn. Af því hann er einhvern veginn bara merkilegur fyrir það og hann nennir því ekki. Ég meina það er eina skýringin, að hann nennir ekki að tala við þingflokksformenn og það er svona fyrir hann þessi leið. Þetta er bara svo barnalegt og það er ótrúlegt að við séum með svona börn við stjórntölin sem get ekki bara tala við annað fólk eins og fullorðið fólk.
Er hann ekki elstur í húsinu? Nei, Já, hann er allavega með langvarsta starfsreynslu í húsinu og hann er kannski búinn að vera þarna bara aðeins svo lengi. Drífa bera stjórnvöld virðingu fyrir Alþýðusambandinu og hreyfingu launafólks? Nei, það vantar nú töluvert upp á það. Það sem maður hefur líka orðið áskynja sko er náttúrulega, það er einhverjir svona hefðbundin samráðsfundir og allt það og við erum í svona misjafnlega miklu samtali við hina á þessa ráðherrana. En hins vegar er náttúrulega það sem við erum að tala hérna Samtök atvinnulífsins áðan og þeirra ítök. Samtök atvinnulífsins hafa hann talað um nýja forystu á verkfallshreyfingunni. Það er ný forysta hjá Samtökum atvinnulífsins líka. Hún er dogmatískari heldur en fyrri forysta í sínum sjónarmiðum, í sínum nýfrjálshyggju sjónarmiðum sem er fyrirverandi stjórnendur í Icelandair svolítið. Já, þeir taka þetta svolítið úr Icelandair, það eru svona þræðir sem liggja í Icelandair og ungliðarhreyfingu Sjálfstæðisflokksins sem hafa ratað þarna í efstu lögin. En síðan sko hef ég svo sem ekkert verið löngu með það að mér finnst það pólitískt markmið sjálfur sér að fara að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum. Af því að það er þannig að Sjálfstæðisflokkur það er ekki einu svona frontamál sjálfur, hann er með heilt kerfi til að gera það fyrir sig. Þannig að hann þarf ekki að tefja mál sjálfur eða koma í veg fyrir sjálfur að þau fari í gegn. Heldur er náttúrulega, hvað maður segja, embættismannakerfið stundum, sko, maður hefur tilfinninguna að sé bara svona ósýnileg mótstaða sem er sett í gang. Og þess vegna er sko, er það fara að vinda ofan af þessu og náttúrulega gríðarlegur ábyrgðarhluti að halda Sjálfstæðisflokknum sífellt við stjórnvölinn. Það er áhrif til dæmis í gegnum bankasýsluna inn í ríkisbankakerfið. Þetta er allt meira og minna fólk sem er í þessum stöðum sem er eiginlega handvalið af Sjálfstæðisflokknum. Já, það er það og það er bara mjög hættulegt lýðræðinu og býr til svona aðstæður sem er uppi núna. Það er stjórnvöld sem telja sig ekki þurfa að hafa samráð við stjórnarandstöðuna og góðum dögum hafa þau samráð við okkur. Við höfum ekki komið að borðinu varðandi ríkisábyrgð Icelandair, bara svo að það sé sagt. Þannig að sko þetta er náttúrulega orðið svolítið baneitra samband með þessa nýju forystu á SA og síðan þetta ofurefli að það getur verið ansi erfitt að kljúfa það. Eru þið í samskiptum við stjórnarandstöðuna þið í Alþýðusambandinu sem svona stjórnarandstaða innan utan hús? Já, mismiklum. Ég hef nú sagt að ég hef ekki farið á jafnmarkafundi hjá neinum stjórnmálaflokki síðustu 2 árin eins og hjá Samfylkingunni. Þau eru mjög duglega að kalla mig til, hvort sem það er þingflokkurinn eða koma í heimsókn eða fara á fundi hjá þeirra aðildarfélögum. Og við Andrés hittum stundum í kaffi líka. Og við erum í samskiptum líka. Ok, verkefnið segir Drífa að er að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum. Logi Einarsson var hérna við Rauðaborðu og hann sagði að ég man ekki hvernig hann orðaði svona over his dead body myndi Samfylkingin fara í stjórnarsamstarfið Sjálfstæðisflokkinn. Píratar hafa lýst því yfir að þeir vilja ekki gera það. Það var nú eins og lýst því yfir í síðustu áratugum. Við höfum haft nokkuð tækifæri til þess að svíkja og við höfum allavega aldrei gert það öfugt við suma. Ég var að hugsa daginn og var að velta hvað var eiginlega svona besta leiðin. Það var eiginlega kjósendur VG gætu haft mest áhrif á þetta með því að þurrka VG út af þingi til þess að sýna öllum flokkum hvað það þýðir að svíkja þetta loforð. Eru þið með aðra tillögur hvernig væri hægt að ýta undir það að Sjálfstæðisflokkurinn sæti ekki hér við völd eftir þessi kosningar? Kjósa Pírata. Kjósa Flokk fólksins. Það var náttúrulega að kjósa Samfylkinguna. Hvað segir þú, Inga? Ætlar þú ekki að fara í ríkisstjórnarsamstarf við Sjálfstæðisflokkinn? Inga, ætlar þú ekki að fara í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn ef það myndi bjóðast? Ég er bara afskaplega lítinn áhuga á því Gunnarsmáli, það getur sagt þér. En maður verður að gera oft það sem meira gott þykir, eftir að segja að þú myndir aldrei gera það eða... Nei, ég meina ef allt í einu þeir skildu gjörsamlega verða losnir með einhverjum töfrasprota, þess að þeir ryttust bara út úr kojun og segja við ætlum bara að hjálpa öllum og nota okkar power til þess að lyfta upp fátæku fólki og gefa þeim kost á að lifa hjá mannsæmandi lífi, þá oh my god, auðvitað myndi maður taka því fagnandi.
En hamingjan sanna, það eru engar líkur á því, engar einustu líkur að ég myndi ekki einu sinni, sko, í mínum viltustu draumum, láta mig detta það í hug, að svo staða ætti nokkuð tíma eftir að koma upp. Ég ítrekað búin að sjá það núna á mínu stutta, sko, ferli hérna inn á Alþingi Íslendinga, hversu gríðarlega öflug hagsmunasamtök og hversu hagsmunagæslu aðilar eru í Sjálfstæðisflokknum og það er bara, það getur ekki eiginlega hægt að koma mér óvart og það hefur stuðað mig. Það er stuðað mig og til dæmis þegar Alþýðusambandið er að segja, sko, var að vara við því að í rauninni vera að greiða fólki í uppsagnaleiðinni. Að greiða fólki í uppsagnaleiðinni og gefa í rauninni leið atvinnurekendunum tækifæri til þess að endurráða viðkomandi á í rauninni grunntaxta og í þurrka út á unnin réttindi fólks. Það var nákvæmlega það sem var verið að gera. Það verið að þurrka út á unnin réttindi fólk sem hefur unnið jafnvel í langan tíma og gefa tækifæri á því að endurráða það á algjörum strípuðum lágmarkstöxtum. Sko, þetta er nákvæmlega það sem að Sjálfstæðisflokkurinn mun halda verndarhendi yfir bara ætíð og alla tíð. Hann mun ætíð taka... En það er hættulegt að hunsa eða vanmeta fagurgala Sjálfstæðisflokksins. Það er líka bara sjálfstætt markmið út af fyrir sig að halda þessum flokki frá völdum. Hann er búin að vera við völd allt og lengi, valdhrokin er orðin það mikill að þeim finnst þið bara ekki þurfa að svara fyrir neitt. Þeir eiga þetta og þeir mega þetta og þeir eru tilbúin að lofa öllu fögru til þess að halda völdum. Þannig að sama hvað sjálfstæðismenn myndu bjóða okkur, þeir þurfa bara að sitja á varamannabekknum í svolítið stund. Til þess að það sé hægt að koma þessu samfélagi á kjör. Þeir svíkir kynróðalaust, algjörlega. Þeir settu Sjálfstæðisflokkinn á dagskrá. Er ekki líklegast að eftir næstu kosningar þá sé bæði Miðflokkurinn og til dæmis Viðreisn sem að bara bíða eftir að ganga inn í þessa ríkisstjórn? Sko, Miðflokkurinn er nú búin að gjörsamlega sjúga tærnar á ríkisstjórninni núna bara algjörlega síðustu og bara í vor. Það var bara alveg stórfurðulegt þegar við vorum að greiða atkvæði og annað að gera það er með ólíkindum hvernig þeir hafa gjörsamlega verið að bukta sig og beygja reglulega fyrir utan allt sitt málþóf. Ég meina, sko, það er alveg það er með hreinum ólíkindum það var eftir í tekið. Þeir kusu jafnvel, sko, sátu hjá þegar við vorum með breytingatillögu minni stjórnarandstaða með breytingatillögu við góð mál sem þeir þóttust vera að styðja. Þeir bara ýmist kusu bara með stjórninni eða bara sátu hjá. Þetta, sko, það má bara skoða þetta inn á atkvæðagreiðslunni bara í vor og eins og þeir sem eru nú þingmenn ásamt mér, ég trú ekki öðru heldur en þið hafi líka tekið eftir þessu því að þetta var alveg með hreinum ólíkindum, það er aldrei trúað þessu en staðreyndin er svo, það eru 2 stjórnarandstöður hér, það er alveg á hreinu og ég er búin að segja frá degi 1, ég hef aldrei viljað hafa neitt saman að sælda við þennan miðflokk og hefði strax viljað eftir Klaustumáli að við hefðu verið það sterk stjórnarandstaðan hinn í 4 flokkarnir að kljúa okkur algjörlega frá þeim og segja við svona aðila og einstaklinga viljum við ekki eiga neitt samning, bara punktur og basta. En auðvitað þekki ég ekki hvernig þessi pólitíski hráskinnarleikur er, kannski samúð, það er kannski bara samúð sem þeir fengi út að við erum svo vond við þá, eða eitthvað svona. Þeir voru vondir sjálfir. Mér finnst þeir eiga bara uppskerið eins og þeir hafa sáð, þannig að nei, Miðflokkurinn bara. Árni, er ekki Miðflokkurinn og Viðreisn svona með sambarleg hljóð í Viðreisn? Þorgerður Katrín, hún alltaf byrjar á því að hæla Bjarna Benediktssyni þegar hún í viðtölum. Er ekki langlíklegast að þetta sé bara 2 flokkar sem eru bara bið eftir. Og við þekkjum dæmi úr Reykjavík, þar er kjósendur búin að fella meirihlutann 2 og það er bara alltaf tekin inn í flokkur og alltaf heldur saman meirihlutin áfram. Já, ég vona bara að þessi ríkisstjórn verði aldrei til. Því að það er náttúrulega, það er samhljómur með þeim í svona sumum málum, já og í mörgum málum reyndar, en ég held að þetta væri hægri stjórn sem ég vona að bara að kjósendur forða okkur frá. Þannig að ég vil bara taka undir með Drífu, það á að Sjálfstæðisflokkurinn hann verður að fá hvíld, sko, og það ógnar bara það stappa nærri því og ógnar lýðræðinu hvað þeir hafi lengi verið við völd og komið sínum árum vel fyrir borð. Og ég hef sagt það, ég sagði það 2016 og við sögum það 2017 og við segjum það enn
að við ætlum ekki að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, enda skarast sjónarmiðin mjög lítið á milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins í raun. En það sem að gerist hins vegar fyrir kosningar, að þá verða einhvern veginn allir jafnaðarmenn rétt fyrir kosningar og eru svo búin að stengla með þau öllu eftir kosningar. Þannig að það borgar sig að horfa á verkin en ekki málflutningin rétt fyrir kosningar. Og Sjálfstæðisflokkurinn, ég vona bara að það detti engum í hug að lyfta þeim til valda eftir næstu kosningar. Í Skandinavíu þá eru þau með svipað svona kosningakerfi við, svona álíka marka í hverju kjördæmi sem að leiðir til þess að það eru svona svipaður hjá okkur, 7 til 9 þingmenn á þingi, flokkar á þingi. Þau eru bara komin í þá stöðu og þetta er kerfið sem er í Skandinavíu. Þar eru blokkamyndanir, þar sem að það er boðin fram rauð og blá blokk, þannig að kjósendur hafa svona sirka einhverja hugmyndir hvað þeir eru að kjósa. Maður myndi nú ætla að það væri svona eðlileg þróun að íslensk stjórnmál myndi fara í þessa áttina, en það er erfitt að sjá það þegar að VG er inn í ríkisstjórn og Samfylkingin utan. Það er eiginlega... En sko einmitt það að VG sé þessari stjórn, það sýnir okkur kannski af hverju svona blokk skiptir líka máli vegna þess að þetta samstarf sem að átt að vera einhver dásamleg tilraun að brúa alveg á milli pólana í stjórnmálum það er að færa miðjuna. Þannig að sko, það sem við erum að sjá núna til dæmis í fjármálastefnunni er að hagfræðingarnir hafa nú talað um það í Rauða borðinu hvernig fjármálareglurnar eru og þær ströngust í heimi, bara reglan það að það eigi að vera hallalaus fjárlög og við megum ekki safna skuldum umfram 30%. Þetta er bara eins stíft og hugsað gæti. Núna er út af COVID verið að víkja þessu til hliðar og þá erum við bara komin á sama stað og evruríkin þurfa að vera til að komast inn. Þetta eru Maastricht-skilyrðin. Við erum komin upp í skuldaþak sem að á að vera 64% á Íslandi út af COVID og meðan Maastricht-skilyrðin eru 60%. Þannig að þegar öll bönd eru laus af Bjarna þá fer hann samt ekki lengra upp en bara í frekar íhaldssama efnahagsstefnu. Sem er miðað við góða tíð, þegar Evrópa er búið að breyta sínu. Og þetta er sett náttúrulega 2015 til að ganga einhvern veginn í augun á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og sýna að við getum verið duglegasti krakkinn í bekknum. En á þeim tíma var einn flokkur sem að greiddi atkvæði gegn þessu út af einmitt þessum fáránlega stífu fjármálareglum. Það er ekki rétt, það voru 2 flokkar sem að greiddi atkvæði gegn þessu. Fyrir ekki að ég flett þessu upp, hélt í Oddný. En allavega, ég skal nei, ég trúi þér Oddný. Það var þá VG. Já, ég meina, Katrín Jakobsdóttir var rauð á þessu máli. Hún greiddi atkvæði gegn lögum opinber fjármál vegna þess að þau bara búa til spennitreyju á rekstur hins opinbera. Þau færa hið opinbera í þetta er sjálfvirknivæðing á opinberum fjármálum og er bara ekki að reynast vel. Það eru 5 ár síðan þetta var samþykkt á þingi og þetta er strax handónýtt. Það skaðir því að VG í þessu ríkisstjórn er mikill. Það er eiginlega aftur að því að það sé raunverulega eftir að stefna því að koma Sjálfstæðisflokknum frá völdum og eins og Andrés Ingi segir þá færi það raunverulega til miðjuna en það verður eiginlega bara þoka á miðjunni og er eiginlega erfitt að skýra línur í umræðinni. Þetta er einhvers konar lægsti samnefnari sem að samt enda bara einhvers staðar í ræsinu. Þetta er einhvern veginn, ég meina þegar þú blandar öllum litunum saman, þá færðu brúna. Og það er bara ekki fallegasti liturinn. Og þetta er bara ekkert góð blanda. Og þetta var aldrei góð hugmynd. Og ég skil ekki af hverju VG er búin að reyna við þetta mynstur í tvígang núna. Vegna þess að við vitum að þetta var líka reynt í stjórnarmyndunarviðræðunum á undan þessu. Þannig að þetta hefur staðið til í lengri tíma og ég skil ekki hvað það var sem að rekur þau áfram í þessu. En mér finnst það ekki vera djúpstæð vinstri mennska né einhver ást á umhverfinu. Svo mikið ég víst. Þetta er örugglega verst í félaginu til þess að vera með í að framkoma þær 2 stefnur.
Drífa, ég ætla að fá að enda á þér því að þú byrjar á því að tala hann Sjálfstæðisflokkinn og lengdir þáttin. Ég ætla að vera búin að sleppa þeim, þau eru að fara í alls konar atkvæðagreiðslur og svona, en ég tekst aðeins á þessu þætti að því að þú settir þetta eldfima mál hann á dagskrá alveg í lokin. Þetta með að VG sé inni í ríkisstjórninni. Það ekki næstu því með það markmiði að komast aftur frá völdum? Það ekki næstu því óyfirstíganlegt? Ekki til þess að það rætist á þér að fólk geti gengið að kjörborðinu eftir ár, ef að fólk vil ekki taka mína áskorun og þurrka VG út, að þá hefur það raunverulega engan kost að kjósa eftir sínu svona lífsafstöðu og Sjálfstæðisflokkinn í burtu. Ekki það til þess að þessi valkostur rætist að það þyrfti eiginlega VG að sprengja ríkisstjórnina og mæti í kosningar með þá yfirlýsingu að það myndu aldrei aftur fara í stjórn með Sjálfstæðisflokkinn. Já, VG mun náttúrulega ekki gera það. Það er búið að loka þeim dyrum af því að þau geta ekki gert það aftur. Þannig að það er útilokað. Ég hef nú alltaf sagt að ég fylgjandi því mynstri að sem við erum frá Skandinavíu að vera með flokka sem eru til vinstri en ætla sér aldrei að taka þátt í ríkisstjórnarsamstarfi. Við erum bara með þá yfirlýstu stefnu, ætla bara að vera trítilóða batteríi sem tegir alla hinna til vinstri. Mér finnst það hugnast mér þannig og ég náttúrulega tók þátt í VG á sínum tíma og þegar maður lítur yfir 20 ára sögu VG frá 99 til 2019 að það hafði sá flokkur alveg ótrúlega mikil áhrif á íslenska pólitík. Ef við hugsum feminisma... Þangað til þeir fóru í ríkisstjórn. Já, þangað til þeir fóru í ríkisstjórn. Þannig að það á aldrei að vanmeta afl stjórnarandstöðuflokka heldur. Ef þeir tala skýrt og ef þeir tala hátt og ef þeir þora að vera róttækir og koma nýjar hugmyndir sem ekkert endilega líklegar til vinsælda svona í deginum í dag. Ég man eftir mörgum málum sem VG sett á dagskrá sem þótti það var allt vitlaust út af. Svo 10 ári síðar þá var það mainstream mál. Ég nefni vændisfrumvarpið sem dæmi sem allt í einu 10 ári síðar fór það bara í gegn og öllum fannst það bara frábært, eða flestum. Nú að Sigurður Ingi komið með nýja hugmynd að bara launþegar bara gjörsamlega þið bara settir hjá garði og myndu alls ekki þiggja bara það launahækkanir sem þið höfðu samið bara næsta árið. Já, að velvild minni þá er ég búin að fara í 2 fjölmiðla viðtöl og segja að það hefur bara eitthvað verið að ruglast þarna. Svo ekki sér dýbra í árinu tekið því ég hlust ekki á svona, þetta aðeinslega vinnumarkaðar sem semjum þetta er ekki samgönguráðherra sem hefur með það að gera. Þannig að ég, eins og ég segi, ég ákvað að vera generous og segja að það hefur verið að ruglast bara. Já, eins og sagt við börnin, þú hefur bara ruglast. Já, kæri vinur. Kæri vinur. Herðu, Oddný, þú varst eitthvað að rétta upp hendina þarna þegar ég var svona að gefa Drífu lokaorðin. Var það eitthvað sérsta sem þú ætlar að skjóta að? Ég er nú örugglega búin að steingleyma því, en kannski ætlaði ég að tala þessar fjármálareglur sem eru settar fram í 7. grein lag opinber fjármál, sem voru reyndar vel undirbúin lagabálkur og mikið samstarfi gangi og 4 ráðherrar að koma að, en þegar að Bjarni Ben kemur inn í ráðuneytið, þá setti hann þessar fjármálareglur. Þær hefðu ekkert farið í gegnum þetta samráðsferli sem að hinar greinarnar hefðu farið í og við vorum á móti þeim reglum. Það var örugglega það sem ég ætlaði að segja við Andris Inga, svo hann var ekki að segja að VG væri bara einu sem hefur fattað þetta. Andris blaða, leitra að þessu. Þetta bara undirstrikar svo vel að þessar fjármálreglur þetta er einhver hægri þumalskrúa á opinber fjármál. Þannig að auðvitað var fólk með viti eins og Oddný og Vinstri græn áður en þeim gengu í björg á móti. Það mistu vitið. En í dag þá finnst þeim bara ágætt að hafa aðeins þannig út, þannig að þessi bara svipum stað og stífur reglurnar í Brussel. Herðu, það er búið að vera mjög fróðlegt og ánægilegt fyrir mig að hafa ykkur við rauðaborðið og ræða stjórnarandstöðuna, eiginlega höfum við bara verið að ræða stjórnarandstöðuna bara í dag og á morgun. Þannig að við kannski
ég fæ að kalla á einhverjum sekundar seinna og ræða kannski horfurnar fyrir veturinn. Ég þakka Oddnýju og Sunnu og Ingu og Drífu og Andrés Inga kærlega fyrir, hlustendur fyrir að ljá okkur eyra og á morgun þá verður rauðaborðið hérna líka klukkan 8. Ég hveti ykkur til þess að stilla inn á það en að segja bara góða stundir.